Og þarna hún komin hún Eva, hún fáksfélagi, setur styrk frá skák, 14 vetra brúnan, undan auði frá Lundum 2 og Lind frá Búlandi og Eva keppir fyrir miðás, afsakið og vertu velkomin og gangi þér vel. Hérna mikið keppnisreyndur og knappi og hestur mætti braut. Já. Alvöru kannuna hérna í endan. Já, þessi í landslýshópnum. Já, og í staði sér frábælega með hennar hest. Já, risa stór. Heldur betur. Byrjaði hérna frábæra hægutöldi. Já. Mikið upplit með þeim. Hesturinn mikið reistur og upp í herðum og Sjarmur yfir þessu. heldur betur. Við vorum í úrslitum á Íslandsmóti núna í sumar. Já. Stóðu sér mjög vel. Þetta bara Gengur þetta vel. virkilega skemmtilegt. Mætti kannski vera ögn meira floti í þessu. Svona verður inn á milli svona aðeins ójafna aftan. Já. Svona, en frábært hægt tölt, en við erum bara svona, þú veist, maður sér svona eitthvað sem að hægt að bæta aðeins og þá færðu töluvert meira fyrir það. Já. En hérna er náttúrulega alveg frábært hægt tölt og hérna inn í yfirferðina er náttúrulega alveg magnaður, sko. Alveg geggjaður, sko. Hvað hann lyftir herðunum upp og stækka skrifin þótt að hún að auka hraðan. Og fara út úr beygju og allt, sko. Já. Þetta er virkilega flott. Hún rýður þetta rosalega settlega og betur. vel, sko. Þetta er bara Hesturinn vígalegur, Já. rosalega stór skrif og hérna og gott tölt. Þetta Eva, er hún í stjórninni í deildinni? Var það hann í fyrra? Hún var það í fyrra, ég veit ekki hvernig það er núna. Nei. Og fer inn í virkilega gott stökk. Svaka stökk. Framhátt og mikið svif. Já. Þetta er stökk eins og við viljum hafa. Já. En gaman að sjá, hann ber eyrun svolítið skemmtilega klárinn, hann er að hlusta á hana Já, líka bara fram og allt, sko. Ásetan hjá henni Evu er bara til fyrirmyndar. Hún hjálpar hestinu virkilega og fylgir honum vel eftir. Já. Er ekki að trufla hann. Já. Eva er búin að keppa í meistaradeild ungmenna núna alltaf. Já. Og meistaradeild æskunnar. Já. Ég held að hann hafi tekið kannski 1 ár þarna í hlé. Já. Þegar eignaðist barn. Já. Og hérna er að taka hérna brokk bara mjög vel. Já. Og þú veist, reiðmennskan er bara til fyrirmyndar. Það er ótrúlega gaman að fylgjast með þegar að hérna Þetta er svona. Já, þegar þetta er svona vel list og knámarum. Ótrúlega skemmtileg yfirlína þá sem mest í. Já. Já, skemmtileg yfirlína, skemmtileg skrif og góða gangtegundir. En það er líka rosalega auðvitað að skemma svona góð yfirlínu, sko. Heldur betur. Þú getur alveg farið kengu eins og allar aðrar, sko. Ef það er ekki á að gera því. Nei. Hestur er líka bara í flottu standi, glansar og Svakalega. Heldur hún, hvaða sjampó heldur hún noti? Ég veit það ekki. Líka með svona krullur. Já. Þarna mætti hún lengi yfirlínuna svolítið meira og Já. fá aðeins meira svona framtak í fetinu. Já. Svona, hún er að reyna að fá hestinn til að lengja sig og það er svona, það er að koma. Nákvæmlega. En hann svona er að læða svona full mikið. Maður geti trúið ef hún fær í úrslit, hann myndi feta svolítið vel Já, í úrslitum. akkurat, þegar hún fær svona aðeins tíma til að undirbúa það. Já. En ég held að þetta skilinni langt. Já. Gæti verið að stríða hérna knöpunum og henda þeim úr á bjóðslitum. Óþolandi að vera með svona góðan eftir. Djöfull er það pirrandi. En einhvernir fyrir Evu styrk eru 6,7, 6,9, 6,8, 6,7 og 6,7 gera 6,73. Akkurat. En við förum í B-úrslit klukkan 17:30. 17